Vefleiðangur var fyrst hannaður árið 1995 af prófessor Bernie Dodds í Háskólanum í San Diego og nokkrum samstarfsmönnum hans og hann svona vist form af námsefni eða námsefni náms þar sem megnið af upplýsingunum sem unnið með kemur af veraldavefnum. Notkun vefleiðangurs virt nám sem byggir á hugmyndafræði leitanámsins og nemendur fá skýrar en takmarkaðar upplýsingar, skýrt ferli til að fylgja og skilmerkilega lýsingu á því hvernig þeir þurfa að vinna verkefni svo það fullnægjandi. Upplýsingarnar sem þeir fá takmarkaðar í þeim skilningi að nemendur þurfa að vinna út frá ferlinu sem upp lagt með og þeim hjálpagögnum sem þeim fengin, en til þess að ljúka leiðangrinum þurfa nemendur að setja fram tilgátu, leita svara og lausna sem að sjálfsögður ekki gefin fyrirfram. Þannig ýta vefleiðangrar undir greinandi og röklega hugsun. Og það sem auðvelt í þessari miðlun eða þessu formi námsefnis að nota alls konar myndir og hljóð og aðra margmiðlun, að þá má segja að vefleiðangrar getur stutt mjög vel við kenningar fjölgreind. Nú það hægt að tengja vefleiðangra ýmsum kennsluaðferðum, námssamvinna eða samvinnunám nokkuð sem einkennir flesta vefleiðangra, því oftast vefleiðangur skipulagður sem hópverkefni. Þó vissulega sé líka hægt að skipuleggja sem einstaklingsverkefni en það mikið óalgengar að það sé gert. Nú vefleiðangrar henta sérlega vel sem hluta af þemanámi og ég hef til dæmis sé ágætis hugmynda vefleiðangri sem að tengdu var við söguaðferðina og þannig mætti áfram telja. Það hægt að búa til vefleiðangra nánast hvað sem í hvaða námsgrein sem en oft hefur verið sagt að þeir hentu sérstaklega vel í félagsvísindum og rauninum. Nú varðandi aldur nemenda, þá má segja að varðandi neðri mörkin að nemendur þurfi kannski að vera orðin svona þokkalega læsir til að geta sér þetta form. Og ég hef líka sér flottan vefleiðangur sem var hannaður fyrir háskólanema í Háskóla Íslands, þannig að efri aldurstakmörkin kannski í rauninni engin. Nú það hægt að skipuleggja vefleiðangur sem viðfangsefni örfára kennslustunda eða jafnvel sem viðfangsefni sem næri við nokkra viku eða heila önn. Þannig að það hægt að hafa þetta bæði lítið eða stórt og í þessari vinnu eins og flestu öðru borgar sér þó auðvitað að byrja rólega og ætla sér ekki móð. Því rétt að hafa verkefni tiltölulega umfangslítið í byrjun og skýrt afmarkað en leið og kennarin og nemendur farið að venjast forminu og vinnulaginu að þá má auðvitað búa til stærri leiðangra þar sem að jafnvel mörg atriði samþætt inn í viðfangsefnið því að vefleiðangrar henta mjög vel til samþættingar námsgreina. Nú afrakstur af nemendavinnunni getur verið með fjölbreyttu móti og það að gera að fara ekki hefðbundna leiðir í þeim efnum, leyfa nemendum að nota alls konar leiðir í framsetningu og ekki hvað síst að nýta tæknina þá og afraksturinn sé þá í formi vefsíðna og margmiðlunar. Nú að fræðast vefleiðangra, það ýmsir fræðimenn sem hafa fjallað vefleiðangra notkun þeirra og þá náttúrulega í því samhengi auðveldast að benda á vefleiðangra vefinn eða webquest vefinn en slóðin á honum hún sést þarna á glærunin eða við myndina. Nú ýmsir íslenski fræðimenn hafa líka fjallað þetta efni og ég þarf að benda á Salvör Gíslaradóttur sem með okkur hérna í dag. En hennar efni hægt að nálgast á ýmsum stöðum á vefnum og ég sett inn þarna eina slóðina mörgum en ef við notum leitavélar þá finnum við eflaust miklu fleiri heldur en þetta. Nú hefðbundin uppbygging vefleiðangurs með þessum hætti sem að við sjáum þarna, sem sé Bernie Dodds, hann skilgreindi þetta sem uppbygginguna. Það í upphafinu kynning, síðan kemur verkefnið, næsti hluti heitir ferli og nemandi minn sem akkurat núna að ljúka námskeiði hjá mér í þar sem að þau að búa til vefleiðangra. Þannig upp á þessu, benti á þetta skemmtilega orð, þannig gerir þið, kannski í staðin fyrir að nota ferli, það svona ferlið átti hátilegra. Nú svo það matið og niðurstaðan. Og ég ætla núna að fara aðeins í betur í gegnum hvern lið fyrir sig og það þá fyrst kynningin en þetta upp á vefleiðangursins og jafnframt má segja að þetta sé einn mikilvægt hluti af vefleiðangrinum.
Það er á þessum stað í ferlinu sem að við kynnum viðfangsefni fyrir nemandanum og reynum jafnframt að kveikja áhuga hans á viðfangsefni. Fá hann til að kaupa hugmyndina. Og það verður seint lögð of mikil áhersla á nauðsyn þess í allri kennslu að kveikja áhuga nemandans fyrir því viðfangsefni sem ætlunin er að fást við hverju sinni. Og þá gildir auðvitað einu hver námsgreinin er eða viðfangsefnið. Ef ekki tekst að virkja áhuga nemandans, þá getum við ætlað að lítið nám eigi sér stað. Og svo fer það auðvitað eftir námsgreinin eða viðfangsefninu hvernig kveikjan er. Með nútímatækni er auðvitað auðvelt að setja upp ýmiss konar margmiðlunarefni sem kveikju, enda býður form verkefnis upp á slíka framsetningu. En tilgangurinn þarna er sem sé að grípa nemandan, láta hann hrífast af viðfangsefninu og finna hvöt hjá sér til að leysa það. Og þetta er náttúrulega eins og allir í kennslu sem við erum að fást við allan daginn, alla daga. Þetta er ekkit öðruvísi þarna. Nú grundvallar spurningin sem að vefleiðangusmenn eiga að leitast við að svara er jafnan sett fram þarna í byrjun. Nú það er vinsælt að setja vefleiðangar upp sem okkur skar sögu eða ævintýri og eru þá nemendur gjarnan settir í hlutverkaleik út frá sögunni eða ævintýrunum. Og ég tók hérna nokkur dæmi, 2 dæmi. Þetta er í dæmi kveiki landafræði. Þú vinnur í sendiráði og sendiherrann sjálfur veikir skyndilega. Vonir á etískum hefðamanni heimsókn og sendiherrann biður þig að taka móti honum. Þú getur ekki verið þér og þinni þjóð til skammar og verður þess vegna að vera vel að þér Egyptaland menningu þess hefðir og stjórnmál þegar hann kemur. Þannig sem sé búið að mótivera nemandan svolítið fyrir því hvað hann er að fara fást við og hann er komin í þessar stellingar að hafa þetta hlutverk. Hér er annað dæmi sem ég rakst á. Þið kæru nemendur rekið saman ferðaskrifstofu. Við kennararnir í skólanum erum að hugleiða ferð til Namibíu ef við finnum vel skilaða ferð og fáum gott tilboð í ferðina. Salan gæti sem sagt orðið drjúg og það er mikið í húfi að heilla okkur upp úr skónum svo við kaupum ferðina af ykkur en ekki einhverjum öðrum. Og þarna er sem sé hlutverk nemandana að skipuleggja þetta ferðalag. Nú kveikir þetta í nemendum. Nemendur í frönsku ætla að hafa vekkjapartí og þeir eiga að undirbúa matseðil með frönskum réttum. Einnig eiga þeir að sjá matseld. Matseðil skal unnin í ritvinnslu og snyrtilega uppsettur. Einnig á að vinna kynju á réttum í ritvinnslu, mataréttum í ritvinnslu. Allur texti skal vera á frönsku. Ég vona þið áttið ykkur á muninu. Sama hér. Á bútasaupsvefnum er hægt að finna góða krækjur sem innihalda bæði uppskriftir og hugmyndir af því helsta sem bútasaupsglaðir getur haft áhuga á. Þetta er svona kannski aðeins sem sé sýnishorn af þessu mismun, hvernig við leggjum verkefni fram og hversu áríðandi það er að reyna að kveikja sem sé áhuga nemandans í upphafi. Nú í þessum hluta verkefnisins er útskýrt fyrir nemandunum hvert megin markmiðið með vinnun er og hver verður afraksturinn af vinnunni. Nú afraksturinn eru fólkin ýmsu, það getur verið að búa til fréttaefni, efni kynningar eða áráðustíl, einhver bæklingur, plakött, búa til listaverk, finna lausn á vandamáli og svo framvegis. Með öðrum orðum að gera einhvað sem krefst úrvinnslu og mótunar af þeim upplýsingum sem nemandinn safna saman, bæði af internetinu og annar staðar. Nú, rétt er að benda á að oft er ákjósanlegt og áhugakveikjandi fyrir nemendur að leyfa þeim svolítið að hafa eitthvað val það með hvað það hætti þeir birta afrakstur verkefnisins. Þannig að vera ekkert endilega alltaf að skylda í að gera nákvæmlega svona, heldur gefa þeim svolítið frjálst val.